Við erum búin að rifja upp helstu lograreglur og nú höldum við áfram. Og þá náttúrulega lendum við því að leysa ójöfnur og með logrum og þá skoðum við hérna sýnidæmi það hvernig heppilegt að bera sig að. Það hættulegt eins og maður sé stundum virkar það, en stundum ekki. Það þýðir að almennt virkar ekki að segja ég ætla að meta þessu ójöfnu og það að gera þetta hér, ellen fer og ellen fer yfirleitt rangt. Þetta gerist yfirleitt ekki, að maður getur stytt út svona. Þetta fallið vinstra megin og þetta fallið hægra megin og við höfum að finna út hvenær þessi ferill liggur undir þessum ferli. Það það sem hérna þýðir. Ójafnan ekki ströng, þannig að við höfum að svara það líka hvenær þetta akkurat jafnt. Öruggasta aðferðin til þess að leysa svona jöfnur náttúrulega að athuga það að við verðum að gæta því hvað má almennt setja inn í föllin. Sem sagt, við skoðum formengi falla áður við byrjum að gera nokkuð annað. Og það eina sem við þurfum að vita raun og veru það að logri, minnstakosti þurfum að skila rauntölum í þessu námskeiði. Logri skilgreindur fyrir jákvæða breytur. Það getur bara farið eitthvað jákvætt inn. Þannig að við þurfum að skoða hvenær þetta hérna strangt jákvætt og hvenær þetta hérna strangt jákvætt. Við sem sagt skoðum formingin og skoðum hægri hliðina fyrst. Hægri hliðina hér. Hvað má setja inn í þetta fall? Strangt jákvæð x. Má ekki setja x samt á 0 og við rifjum þetta allt saman upp í liðin ef við setjum inn x sem að liggja á milli 0 og 1. Strangt á milli 0 og 1, það ekki 0 og það ekki 1, heldur strangt á milli, þá fáum við mínustölur. Setjum þannig í lögran. Og svo setjum við x sem stærri en 1, þá fáum við jákvæðtölur og ef við setjum x samt og 1 inn í alla lögra, þá fáum við 0. Við vitum þá allavega að lausnarbilið sem við erum að leita að, það bara jákvæðtölur í því. Með þess strangt jákvæðar. Bara með að skoða þetta hér. Þá skoðum við þennan. X í öðru, -2 og við finnum núllstöðurnar. Munið við vorum að skoða þetta í síðustu viku, finna eitthvað vaxandi, hvernig eitthvað minnkandi, við getum sett upp formerkjatöflur. Nema að við höfum bara áhuga á því að vita hvernig X í öðru, -2 jákvætt. Og svo segi ég bara frá því, skoðum að snýðstu hliðina, formingi náttúrulega lograns af X í öðru, -2, ákvarðast að þessari hérna ójöfnum. Það má svo leysa það hvernig sem manni þykir þægilegt, en hérna ég lítið bara á þetta sem x í öðru mínus eitthvað tala öðruveldi, það sé rótin af 2. Við getum átt að samángareglu, þetta verður að vera stærri en 0. Ef okkur finnst erfitt að sjá þetta, þá setjum við alltaf upp svona gildistöflu eða formerkjatöflu og skoðum hvernig markveldið jákvætt. Og við fáum út að það þegar x-ið minna en mínus rótin af 2, eða hinn möguleikin þegar x stærri rótin af 2. Við vitum að því við skoðum hægri hliðina fyrst að þessi kemur ekki til greina. Og nú sjáum við fáum sterkara skilyrði, það ekki bara nóg að x í jákvæðtala heldur verður hún að vera strangt stærri heldur en 1,4 eða rótin af 2. Þannig að við vitum þetta hérna lausnarbilið áður fyrir maður að reikna. Myndin gjör okkur hugmyndum að og þessi hérna með þess að hann dregur ekki aftar heldur en hér, ég kannski geta sýnað á myndinni, hann kemur hér á mínusóndaleganum og hér rótin af 2 og hann kemur líka hérna, hér mínusrótin af 2. Þetta eru tvær greinar þessa logra. Svo gefur myndið til kynna að alltaf nú blái ferillinn komin undir brúna ferillinn og við erum ekki að leita því bili. En nú verðum við að reikna. Þetta vitum við núna og þá notum við reglurnar. Það skiptir nefnilega við máli muniði að ef við erum að færa mínustölur með deilingu eða markvöldun á milli ójöfnumerkja, þá alltaf þessi hætta á að röðunin sveiflist, gogkurinn snúist. Hér notum við logreglurnar og alltaf þegar við erum að vinna með ójöfnur,
þá öruggast að safna öllum breytum að stærðum á vinstri hlið, bara góð vinnuregla, og hafa 0 á hægri hlið og gæta svo gogg. Þannig að við höfum þessa hérna. Það gerist ekkert slæmt við það að leggja -11 á x við báðar hliðar. Og þá fáum við þessu jöfnu. Þannig að við kunnum þessa lára reglu. Mismunur lára lári á hlutfalli. Og þá gerum við það næst. Ef að hér er staðið plús, þá höfum við margfaldað á saman. Hér erum við komið með þetta á tiltölulega öruggt form. Við erum með logri á einhverju breytu neikvæð tala. En þá vitum við að þessi breyta getur ekki verið stærri en 1. Hugsaðum þetta svona, því að nú allt í lagi að nota það við þekkjum andhverfu lórans og það veldisvísifallið og í næsta skrif myndi sé af þessu hér, nú þetta komið við veldi, þá að því að veldisvísi strangt vaxandi, þá breytist ekki röðin en ef ég hef vinstri og hægri hlið upp í veldi af og einúlta 1. Og þar með þetta komið. Nú get ég gert þetta. Nú sé ég að ég hef með x í öðru -2, allt saman deilt með x minna en 1. Nú þarf ég að setja formerkja töflu eða muna bara eftir því að x í ákvæðastærð. Þess vegna má ég margfalda í gegnum þessa síðustu ójöfnu með x og goggurinn snýst ekki við, röðunin breytist ekki. Og hérna skrifa ég hjá mér, það sem ég veit, ég hef þá x í öðru -2 minna eða jafnt og x og ég veit að x stærri rótin með 2. Ég get líka bara munað þetta. Ég set þetta bara svona hjá mér að ég ræfa mig. Og svo sópa ég eins og alltaf öllu á vinstri hlið og skil eftir 0 hægra megin og gæta gogg. Og nú þarf ég bara að leysa þessa hérna jöfnu og það yfirleitt bara þægilegast að þátta. Nú þessi hérna jafna orðin eins og jöfnurnar sem við vorum með í fyrstu viku þegar við vorum bara að leysa venjulegar ójöfnur. Og áfram gildir það að setja formerkja töflu og svo framvegis. Eða rissa upp þennan fleibói hér, sér maður hann fyrir sér, hvernig á maður að túlka hann. Og þetta allt orðið svona liðugt hjá okkur. Hann hefur allavega 0 stöðu 2 og 0 stöðu -1. 0 stöðu 2, 0 stöðu -1 og hann lítur þá svona út. Og ég á bara að skoða fyrir minni jafnt og 0. Þannig að það eru tölur á þessu hérna bili. Frá -1 upp að 2 og -1 með og 2 með. Og ég verð alltaf að muna eftir því sem ég gerði fyrst. Ég var að rannsaka formengin. Ég get ekki hirt allt úr þessu mengi hér. Þess vegna varð ég að hafa skoðað formengi fyrst. Ef ég reikna bara blind án þess að skoða formengi, þá geti ég haldið að þetta væri svarið. Ég segi ekki myndina fyrir mér eða neitt. En minnsta x sem við máttum taka, já, það ekkert minnsta x, við verðum að velja x stærri en rótin 2. Þannig að ég verð að klippa burt allt úr þessu mengi sem að algebru-jafnan gefur mér, sem fyrir neðan rótin 2. Og svo getum við orðað þetta svona. Ég þarf að taka það sem er sameiginlegt úr þessum 2 mengum. Þetta er það sem að formengja vangavelturnar gáfu mér. Þetta er það sem algebru-lausnin gaf mér. Og það sem er sameiginlegt er þetta hér. Hálfopna bili frá rótin 2 upp á 2 og rótin 2 ekki með, en 2 með. Og svo nota maður G og G-byrjum til þess að hjálpa sér og það er fínar sjálfskipanir í henni til þess að sjá maður reiknar rétt. Það svona passar við það sem að kom með því að teikna myndir. Og þá ætlum ég að brenna neðst í verkefnið þar sem við sjáum sko, það getur því miður ekki verið með allt og mörg dæmi af hverju gerð, en ég ætla að leysa þetta hérna dæmi
og ég hveti ykkur til þess að temja ykkur svona þetta skapal og skoða formingi fyrst logranna og velta því fyrir ykkur og svo leysa ójöfnuna algebrulega og þetta hér veldur villum almennt. Það er mjög algeng villa að sjá að menn striki bara svona eitthvað út og segja já, ég ætla að leysa jöfnuna x öðru mínus 3 minna jafnt á x mínus 1. Almennt er það rangt. Svo eru hér já, vonandi ekki erfiðar logaræfingar. En hér erum við bara að æfa okkur alltaf í þessari hugsun, tókum logra á báðum hliðum, allt verður einfaldara. Tökum logra á báðum hliðum, sækjum x-ið þannig. Tökum logra á báðum hliðum, eða spyrjum 3 hvað veldi er 27. Og þá ættu okkur að detta til hugar hérna. Hérna notum við náttúrulega bara MATLAB til þess að hjálpa okkur með milliliðina. Hvernig leysum maður svona dæmi? Við höfum aldrei gert þetta áður. X í einhverju veldi pluss y í einhverju veldi er einhver tala. Og hérna erum við með tvær jöfnur, þannig við höfum möguleika að finna, við erum með tvær óþekktar stærðir og tvær jöfnur. Við höfum möguleika að finna lausn. Eins hérna. Við kunnum hins vegar að leysa línulegar jöfnur. Hvað dettur ykkur í hug? Hvernig getum við komið svo á einhvern form sem við þekkjum? Það er lakkrís í velun. Ef við kennum svona með stikkorð. L. O. Nota logaritma. Já. Af hverju verður þetta einfalt við notum Því þá færir veldið niður. einmitt? Glæsilegt. X í veldinu A, y í veldinu B, er einhver tala C. Ef við tökum logra af vinstri hlið, okkur til smá pláss, notum bara lograreglunar, logri af margfeldi og svo tökum við hérna logra af hægri hliðinni. Og þá höfum við yfir logri af margfeldi er summa logra. Þannig að ég get skrifað í næsta skrifi að þetta er logrin af x í veldinu A pluss logrin af y í veldinu B, það er logrin af C. Hver var það sem svaraði? Var þetta Hugi? Fannar. Takk Fannar. Sko, það sem Fannar sagði er að með næstu logareglu þar sem að veldi fellur framfyr, þá fáum við A, allt annað lítur komið, ln x pluss B sinnum ln af y, það er ln af c. Þetta er A sinnum stóra x pluss B sinnum stóra y, það er svolítið skrautlegt. Þetta er eitthvað stóra c. Núna er þetta bara línuleg jafna og það er verið 2 og við kunnum margar aðferðir sem leysa saman 2 línur. Og svarið sem við fáum verður náttúrulega stóra x og stóra y og svo er ekki annað en hefja veldi af e til þess að finna svarið. Önnur ætti að vera nálægt 1 og hinn ætti að vera nálægt 2. Þannig hefur svona hugmynd rétt svar. Almennt gengur reiknivélum ef þetta orðið svolítið flóknara og stærri jöfnunefni. Það sem við erum með margfeldi og veldisvísa ekki vel að leysa þetta. En við hjálpuðum með að fara yfir í lograna.